Já, maður verður ekki var við annað svona þegar maður hittir fólk út á götu, ekki síst foreldra, tvítugsfólks, þrítugsfólks, að það sé ennþá töluverð óvissa það hvort dómur Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða eða virðist ætla að skila Íslendingum og ekki síst ungum Íslendingum betri lánakjörum kemur að íbúðakaupum. Nú allir bankarnir þrír búnir að sýna á sín spil í kjölfar vaxta viðmið sem Seðlabankinn hefur gefið út. En ennþá eru svona ýmsar flækjur fyrir mér sem leikmanni, þá sýnist mér það sem að ég hef svona verið að taka úr fréttum það að menn þurfa að borga upp lánin sín kannski á skemmri tíma en þeir hafa gert en það geti hækkað greiðslubyrðina og á meðan á því stendur og mér finnst svona mörgu ósvarað og þá nú gott að hafa aðgengi að Neytendasamtökunum og Breki Karlsson komin hingað til þess að svona reyna að uppfræða mig og ykkur hinum stöðumála. Vertu velkomin, Breki. Takk. Sko, geturðu nefnt einhvern veraldlega jákvæðan ávinning eftir að þessi dómur féll í Hæstarétti þegar við erum að tala þetta sem ég nefndi í inngangnum fyrir neytendur? Já, sko, til að byrja með þá dómurinn alveg skýr með það að öll viðmið vaxtabreytinga verða að vera hlutlæg. Þannig að hingað til hafa bankarnir tekið sér það vald að breyta bara vöxtum eftir behag. Það ekki leyfilegt lengur. Nú verður að vera fyrirfram ákveðið viðmið sem hlutlægt, skiljanlegt, venjulegu fólki, skýrt og til þess að breyta sem vextinni verða að fylgja. Jafnframt var sko raskaði þessi skilmálar sem bankarnir notuðu og hafa verið að nota. Þeir voru taldir raska jafnvægi milli lánveitanda og lántaka og það bannað líka. Það ósanngjarnt samkvæmt lögum og það mjög mikilvægt að sú niðurstaða hafi náðst. Það ekkert sem bannar bönkunum eða lánastofnunum að nota einhver önnur viðmið heldur en stýrivexti Seðlabankans eða þessa nýju parvexti bankans. Þannig að sko, núna búið að svona, ef maður slettir svona levela playing field, sko, það búið að jafna út leikvöllin. Og núna erum við að sjá þessi útspil bankana með alveg ótrúlega háum vöxtum sem að hluta til eru vegna ótrúlegar vaxtastefnu Seðlabanka Íslands, þar sem raunstýrivextir eru þeir hæstu í heimi, en líka það ekki bara það, heldur í skjóli þess vil ég segja, eru bankarnir að reka vaxtastefnu þar sem vaxtamunur þeirra með þeim hæstu sem gerist í hinum vestræna heimi. Munurinn á innláns- og útláns. Munurinn þeirra á innláns- og útlánsvöxtum. Vaxtamunurinn hjá íslensku bönkunum á bilinu 2,9 til 3,2%. Á meðan að meðaltalið í Evrópu 1,69 og dönsku og norsku bankarnir eru með 1,5% í vaxtamun. Sem sagt munurinn á því að skulda fé eða eiga fé. Rauninni sko, þetta bara innvextir bankana mínus útvextir bankana. Og menn eru svona í venjulegum heimi að kappkosta að það veri svona nálægt 2%, en hér á Íslandi þetta rúmlega 3%. Og það sko, eru miljandi tækifæri til þess að lækka vexti. En eru bankarnir ekki einmitt nú þegar búnir að sýna okkur fram á það að þeir ætla ekki að koma á móts við neytendur og lántaka? Sko ég tel líklegt að bankarnir séu núna að skáka í skjóli dómsins
og nota tækifærið eins og þeir hótuðu að gera þegar að dómurinn féll. Þar voru merkjasendingar á milli bankana að nú skildi nú svo sannarlega hækka vexti, stór alvarlegur hlutur. Það sem gerðist svo var náttúrulega ótrúlegt að menn bara lokuðu sjoppunni. Ef ríkti hér raunveruleg samkeppni og ein búð lokaði sjoppunni, þá færðu menn sig yfir í aðra búð, en því ekki það er ekki búið upp á það hér á Íslandi. Hér eru bankarnir langstærstir á lánamarkaði. Reyndar verði ég að benda á það að lífeyrissjóðirnir lokuðu aldrei sjoppunni. Þeir lánuðu áfram og það eru margir lífeyrissjóðir sem að bjóða miklu mun hagstæðari vexti heldur en bankarnir telja sig geta boðið núna. En er ekki sagt að þeir liggi enn að einhverju leyti undir feldi í viðbröðum? Nei, ég veit það ekki. Þeir hafa bara haldið áfram að sjoppan hefur verið opin hjá þeim allan tíman og ekkert og ég sé til dæmis að lífeyrissjóðir eru að bjóða 3,6% vexti verðtryggða og síðan eru með óverðtryggða vexti einn lífeyrissjóðurinn sem tekur mið af stýrivextum Seðlabankans pluss 1,1%. Þetta eru mun hagstæðari vextir heldur en bankarnir eru að bjóða. Þannig að við höfum alveg úr öðrum kostum að spila og náttúrulega ég bara bendi fólki á að skoða aðra kosti heldur en þessa dýru kosti sem okkur að bjóðast. Er tímabært að spá því að það verði einhver tilfærsla frá bönkunum í þessum lánum aukin yfir til lífeyrissjóðanna? Ég held bara að sá sem býður best muni á endanum hreppa hnossið og ég hvet lántaka til þess að kjósa með veskinu og velja ódýrasta kostinn. Þetta eru sömu peningarnir. Á endanum þá er það lífeyrissjóðir sem eru með, þó að þeir segjum með kannski 20-25% af lánamarkaðinu sjálfum, þá eru þeir langstæstu kaupendur af fasteignar lánatryggðum bréfum bankana með kannski svona 60-65% af þeim markaði, þannig að langtum stærsti hluti markaðarins lífeyrissjóðirnir eru með fingurna í honum og á einn hátt eða annan En aftur bara í einfaldri mynd lántæki fyrir þennan dóm Hæstaréttar og lántæki eftir þennan dóm Hæstaréttar núna er betra að vera lántæki fá húsnæðislán í dag eftir þennan dóm heldur en fyrir? Við erum kannski í miðri hringuðinni og það var náttúrulega afar slæmt og mikil óvissa sem bankarnir skópu með því að hætta að lána út og undarlegt að það eru 4 ár síðan að við stemdum að Neytendasamtökin stóðu að þessum málaferlum og sögðum þessa skilmála ólöglega. Það er 1,5 ár síðan að EFTA-dómstóllinn kom með mjög skýran dóm frá sér að þetta væri ólöglegt, að bankarnir hafi verið teknir í bólinu, svo að segja, algjörlega óundirbúnir og með því skapa þessa óvissu sem uppi varð og lokuðu sjoppunni. Það er náttúrulega bara næringri átt og er stórfurðulegt að vextir séu en að því sögðu þá erum við náttúrulega ennþá í hringiðinni. Það eru 4 dómar eða 4 mál sem bíða dóms eða bíða fyrsti málið verið tekið fyrir núna í Hæstarétti bara í næstu viku og síðan eru 2 mál sem verða tekin fyrir í desember. Og að hvaða leyti eru þessi mál eins eða frábrugðin þessu? Þau varða öll breytilega vexti en næsta mál til dæmis er gegn Arion banka og varðar verðtryggða vexti. Síðan eru við með annað mál sem varðar skuldabréf, ekki bara, það er ekki fasteignalán, heldur bara venjulegt skuldabréf. Þannig að við erum með þessum málum að skoða svona víðan
farum vítt svið og reyna að ná fordæmi í sem víðastu, á sem víðasta sviði í þessu máli. Já. En í storminum miðjum erum við stödd, segirðu, þannig að þér finnst kannski ekki einfalt að svara með já eða nei þegar ég spyr núna hvort aðili, manneskja sem ætlar að kaupa húsnæði, hvort að henni bjóðist betri kjör heldur en fyrir dóm Hæstaréttar. Það sem að sko ég nefndi þarna áðan í inngangnum var að það er verið að veita styttri lán til styttri tíma. Það gæti hækkað greiðslubyrðina, ekki satt? Ég sé ekki til dæmis neitt mun á framboði, ég hef ekki séð það á framboði lífeyrissjóðanna, þannig að lífeyrissjóðslán hafa ekki breyst að mínu viti í það minnsta með dómnum. En mér finnst sko líka að það verið að hengja ansi margt á þennan dóm. Það er ekkert sem dómurinn breytti nema að hann bannaði þeim bönkunum að nota ólöglega skilmála. Bönkunum gengur vel. Þeir eru að skila núna ársfjórðungs uppgjöri síðasta, hagnaðaraukningu upp á 10 upp í 50% næstu því frá síðasta ári. Þeim gengur rosalega vel. Vaxtamunurinn er hvergi meiri heldur en á Íslandi, þannig að það er alveg miljandi tækifæri ef það væri raunveruleg samkeppni að bjóða betri kjör. En því miður það búið við fákeppni þar sem bankarnir hafa komist upp með að senda merki sín á milli og að nú skildi aldeilis hækka vexti og klína því svo á þennan dóm sem hefur ekkert með það að gera. Var ekki von þín að sko dómurinn myndi leiða til þess að neytendur fengju betri lánakjör, ekki bara gagnsærri heldur líka betri? Já, algjörlega, og þannig að fólk gæti þá borið saman á milli og það verður þannig og það er þannig að fólk getur núna borið saman vexti til lengri tíma milli banka. Við sjáum betur hvert álag bankana er ofan á annarkvort þessar nýju parvexti Seðlabankans eða ofan á stýrivexti eða hvaða viðmið sem bankarnir ætla að nota og þannig getum við og þegar við getum borið saman þá getum við valið hagstæðasta kjörin og þannig mun þetta á endanum ef við trúum á samkeppnina þá mun þetta leiða til þess að bankarnir verða að lækka vexti en það hafa þeir nægilegt svigrúm eins og ég hef farið yfir. Finnst þér líklegt að hvenær er næsta vaxtaákvörðun hjá Seðlabankanum? Ég hef nú játað hér, nú man ég ekki. Nei. Man ég það ekki. Finnst þér líklegt að þessi samfélagslegu rök sem telt hefur verið fram að það má segja að sé ákall úr fleiri áttum núna að Seðlabankinn lækki vexti að það komi úr fleiri áttum það ákall heldur en það hefur gert. Finnst þér líklegt að Seðlabankinn víki aðeins út af eigin handriti og horfi ekki bara á verðbólgu heldur lækki vexti að einhverju leyti með liti til þess að koma á móts við almenning meðal annars vegna þess sem við erum hér að ræða? Sko, við þessa vexti verður ekki unað. Við verðum að fá lægra vaxtastig. Við erum að sjá það að húsnæðisvextir á Íslandi eða fasteignalánavextir á Íslandi eru 2-falt til 3-falt hærri heldur en í nágrannalöndum okkar. Og við getum ekki boðið unga fólkinu okkar, fólkinu sem þú nefndir á 20 og 30 aldri, að koma undir sér, að koma sér undir þak með vöxtum þar sem þeir eru að borga húsið sitt mörgum sinnum. Við förum ekki fram á mikið. Við förum fram á að vextir verði á pari við það sem gerist í Færeyjum. Að vaxtastigið sé fólk sé að borga svona það bil 2% til 3% íbúðalánavexti og
það bara það sem við viljum og hvernig sem það gert þá verðum við að fara þangað og ég er ekki svo viss það að hækka vexti á mig og þig og á 20-30 einstaklingana á Íslandi gerir mikið til þess að lækka verðbólgu og ég það væri miklu nær að setja einhverja skorður á stórfyrirtæki, setja einhverja skorður á eignafólk ef að seðlabankastjóra alvara með því að fækka tásumyndum á tenni þá það ekki fólki sem að berjast við það að koma yfir sér þaki sem að fara til tenni og taka af sér tásumyndir það þarf bara að finna aðra leiðir og réttlátari til þess að koma verðbólgunni niður auðvitað viljum við það öll að verðbólga lækki en við þurfum líka að gá að því að við erum nálægt núna 10 ára meðaltali verðbólgu 4,3% verðbólga bara það sem meðaltali undanfarinna 10 ára og þá þurfum við að spyrja okkur þeirra spurningar er það raunhæft að verðbólga sé mikið lægri en þetta í þessu efnahagskerfi og þá þurfum við að velta fyrir okkur hvað þurfum við að gera til þess að koma verðbólgunni niður í það sem hún í nágrannalöndunum okkar við þurfum stöðuleika við svona við svona verðbólgan skapar óstöðuleika það má segja það að ein leið til þess að lýsa verðbólgu að hún sé hún færi peninga á milli í hagkerfinu á ósanngjarnan hátt af því þarna alltaf einbjörn að elta tvíbjörn sem alltaf þríbjörn og allir að reyna að hækka verðið sitt og svo vill enginn vera svarti pétur sem situr eftir þannig að en það situr alltaf einhver eftir þegar allir hækka og þannig að það þarf svona einhvers nýtt start nýtt upphaf aftur Svona í lokin Breki trúir því að mann hefur heyrst sem bankarnir tali þannig að þeir sjá fyrir sér að áhrif verðtryggingar verði minni í útlánum framtíðarinnar sýnist þér að við séum komin í einhvern fasa þar sem að verðtryggingin sem mjög mikilvægt tæki í gölnu kerfi eins og Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor emeritus orðaði það hér við Rauðaborðið í síðustu viku í samtali við mig erum við eitthvað nærði að færast út úr mikilvægu hjálpartæki í gölnu kerfi sem að hefur gert mörgum kleift að eignast húsnæði sem ella hefði ekki orðið en gallinn sá að þeir borga kannski þrefalt fyrir íbúðina sína þetta náttúrulega mjög hlaðin spurning og ef það væri einhlítt svar við henni þá væri náttúrulega einhver fróðari mér búinn að svara og gangi að laga málið ljóst að við erum alltaf að plástra eitthvað svöðusár og það íslenska krónan, segir Þórólfur já, hún er vissulega, hún er dýr hún er okkur dýr og menn einhverjir vilja mæla inn í bót með því að segja að hún aðstoða okkur, hjálpa okkur líka í vandræðum ég vil bara að það sé reiknað út hvað hún kostar okkur og síðan þurfum við að taka ákvörðun hvort að sá fórnarkostnaði sé réttlætanlegur eða ekki Já En til þess að svara spurningunum hvort að vægi verðtryggingar sé að verði minni ég er ekkit
finnst það ekkit ólíklegt, en stóra mál, en sko, það næri enginn að kljúfa 10% húsnæðisvexti. Þegar að segjum að þú kaupir þér íbúð kostar 50 milljónir, það næri enginn að kljúfa það að borga 5 milljónir á ári bara í vexti og síðan átt eftir að borga niður lánið sjálft. Stóra málið há vaxtabyrði þessara þjóðar og hvernig sem við förum að því, þá þurfum við að ná vöxtunum niður. Bara vextirnir eru 400.000 krónur á mánuði með 50 milljónar króna. Já, sem algjörlega galið. Þetta bara allt galið, Breki. Og til þess að vinna þér inn fyrir sko, þessum 400.000 krónur, þá er þetta að vera með 750.000 krónur í tekjur. Já. Bara til þess að borga vextina af þessu 50 milljón krónar láni. Já, og persónulega þá sýnist mér að það sé alveg gilt sko, með það sem við höfum séð á útspilum bankana að velta því fyrir sér hvort þetta auki efnahagslega stéttaskiptingu, viðbröðin eins og þau hafa verið ég veit það ekki. Nei, ég ekki það má vel vera ef þetta verður til þess að útiloka einhverja sem áður gátu tekið lán í þessu galna kerfi eins og Þórólfur kallar það þá náttúrulega augljóslega þá verður þetta til þess að auka misskiptingu. Við munum ekki geta skipt og farið yfir í aðrar bankastofnanir og með þessar þrjár hæðastar eins og það gera nema að hér opnist virk samkeppni og þá það bara fyrirtæki erlendis frá og það verður ekki að óbreyttu. Það gæti orðið með eingöngu í ESB. Já, en mér finnst líka mjög áhugavert sko, leið og Kvikabanki nánast í sama mánuði og Kvikabanki kemur fram með nýjar húsnæðislán þá ráðast bæði Íslandsbanki og Arionbanki í það að vilja sameinast bankanum og nú eru sameiningaviðræður í gangi og maður svona velti fyrir sér hvort að það sé til þess að það kom ekki annar samkeppnisaðili inn á húsnæðislánamarkaðinn. Já. Ég velti líka fyrir mér að mér finnst sko þessi bankastjórar alltaf að fá einhverja silki meðferð sko þeir nenni ekki koma hingað á samstöðan og ræða okkur en þegar maður sér viðtöl við á tekin hjá svona í okkar mainströms fjölmiðlum það mér finnst vera mikil virðing lotning borin fyrir þeim, kannski eitthvað að breytast núna, góðu dagur sagði einhver á stöð 2 í fréttatímanum Spyrill, sko þetta ekki góðu dagur af því það var eitthvað búið að sína á einhver spil en byrju, hvað var í pakkanum? En nú ég farin að svona væla aðeins út frá eigin brjósti og það var ekkert erindi í sjónvarpið. En Breki, kæra þakkir fyrir að koma. Við höldum áfram spennt að fylgjast með þessu. Við sjáum hvort við erum í auga stormsins og hvort að verða einhver vatnaskil og hvort dómarnir sem eiga eftir að falla verða ykkur og þar með okkur neytendum áfram hliðhollir og hvort þetta þá eitthvað ferli sem tekur kannski aðeins lengri tíma. Já, ég held að svona mitt næsta ár þá erum við svona fáum við svona smá síðustu dómarnir falla í byrjun í janúar og svo mitt næsta ár þá erum við komið með svona smá sína á þetta. Ljómandi. Höldum áfram að fylgja spennt með. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Höldum áfram eftir andartak, kæru hlustundur og áhorfendur, nýrkafli eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.